verst fannst mér í þessu viðtali hins vegar að hún sem óvirkur alkoholisti og talar hérna þetta gríðarlega vandamál sem ofdrykkja og svona að þá fer hún ekki grafgötur með það að hún vinstri græn og vinstri græn hafa algera óbeit á enga framtaki sérstaklega í heilbrigðiskerfinu og þar á leiðandi finnst henni SÁÁ vera eitthvað skonar dubious batteri sem að sé alls ekki sjálfsagt að fái peninga og hún vill bara fá fullan engarekstur í þessu. Það byrjaði þarna þessum, skulum heyra smá bútum þetta frá Jódísi Skúladóttur. Meðvituð hið gríðarlega mikilvæga starf sem að þar unnið. En ég eins og með svo margt annað gagnrýnin á ýmsa aðferðafræði. Ég ekki til í það að ríkið hafi opinn krana inn í félagasamtök og tvisvara ári komi einhver ægisleg orðræða að hér sé bara allir að deyja úr alkohólisma því að biðlistarnir eru svo hræðilegir og að því að ríkið standi sér svo illa. Okay. Og ef maður spyr, getum við fengið að sjá þessa biðlista? Þetta fólk þarf þessi 500 eða hver talan á að vera hverju sinni, þurfa þau öll sjúkrahús innlögn, dýrasta úrræðið? Þetta hvert fara peningarnir, hvar nýtast þeir best, hvar sjáum við árangur og ég hef alltaf talað fyrir því að meðferð fyrir alkohólista eigi að vera rekin eins og öll önnur heilbrigðisþjónusta. Hvar ég á móti einkavæðingu, hvar ég á móti fúski, hvar ég vil hafa ríkisrekið opinbert heilbrigðiskerfi sem að lítur bara mjög ströngum kröfum og eftirliti. Þetta byggir þú að hluta á þinni. Málið það að hún hérna hnýta í það SÁÁ, þessu félagasamtök sé að fá pening frá ríkinu og þessi fúsk í gangi og opin krani og svo framvegis. En hún sem þingmaður ætti náttúrulega að vita það að SÁÁ hún talar þessu viðtalið það sé ótækt að þessu áhuga manna samtök sem að sinni þessu en áhuga manna samtökin SÁÁ þetta eru 2 félög, 2 kennitölur ég veit að því ég hef starfað innan SÁÁ sem sem sagt annars vegar það áhuga manna félagið sem og starf þess snýr eingöngu að því að safna peningum og í fjármagna hitt félagið sem sem sagt fagleg sjúkrastofnun það sem yfirstjórn sjúkrahússtjóri, yfirlæknir og algjörlega faglegt teymi sem að þar starfar og áhugamannafélagið eingöngu í því bara að stunda fjáröflun og passa upp á það að félagið geti verið rekið vegna þess að ríkið vill ekki reiða fram nema minnum mig 70% af kostnaðinum eitthvað svoleiðis sem algjörlega ótækt og svo fer hún út í það einhvern veginn og hún fer lengra í viðtalinu þá nefnir hún dæmi alls konar engaklíník og sem algjörlega galið segir hún en það eru læknastofur hér á Íslandi sem að hafa orðið til þess að þjónustan batnar og það eru langir biðlistar á Landspítalanum sem eru styttir með því að hægt að ríki kaupi þessa þjónustu af einkastofum og hagkvæmnin verður meiri en þetta nú bara svona ekta sósíalismi sem að talar þarna að það bara að skrúa fyrir allt sem að heitir einkaframtaki þessu og alltaf að vera ríkisvætt með þeim skelfilegu afleiðingum sem að það gerir yfirleitt alltaf að þegar að ríkið að reka hlutina þegar fólk að reka þetta fyrir annara manna peninga þá verið bröðul á starfseminni og ekki nægilega hagkvæmt og svo framvegis. En bara Guð forða okkur frá því að Vinstri græn nái upp yfir 5% sem að þau eru komin undir 5% í þessum skoðanakönnunum sem að þýðir að þau munu þurrkast út af þingi í næstu kosningum ef að Draumurinn væri náttúrulega að þau fengu 4,5 og sósíalistar 4,5 og bara 9% af kommunistum myndu ekki sem fá fulltrúa það er bara ekki þetta er svona þetta viðtal það hryllti mig að horfa á þetta viðtal og sjá hvernig hún talar til SÁÁ alveg fyrir neðan að komið óbeit einhvern veginn að heyra fregnir tvisvar ári að sé allir að deyja úr alkohólisma það má bara tala það hver einustu helvitis viku allir að deyja úr alkohólisma þó að nú væri hvað kjaftaði þetta?